Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði. Alltaf góður. Halla Rut Stefánsdóttir, prestur á Hofsósi, var að halda upp á fertugsafmæli sitt í lok maí 2017 með vinkonum sínum í Búdapest þegar hún uppgötaði æxli í öðru brjóstinu. Eftir greiningu tóku við mjög erfiðar lyfjameðferðir og skurðaðgerð þar sem brjóstið var fjarlægt. Daginn fyrir afmælisdaginn þá var ég að koma úr sturtu og horfa eitthvað svona á, ég bara þetta ekki í lagi sko. Og ég svona kalla á þar hérna og ákveð svona að sýna þeim, ég sagði þetta ekki og þær voru alveg saman það, þetta var hann ekki alveg og ég segi við þar eitthvað svona, haldi ég sé komið með krabbamein. En ég held samt ég hafi ekki verið, ég sá bara þetta var eitthvað ekki gott. Og það svo, nei, við þú bara skoðar þetta og ég svona, já, þetta örugglega allt í lagi, ég skoði þetta bara þegar ég kem heim og ég var búin að hugsa það áður en ég fór út að ég þyrfti að panta með tíma á leitarstöðinni því að ég var náttúrulega að verða fertug og það náttúrulega átti að koma í fyrsta skipti inn í skoðun og þannig ég ákvað að bíða með það þar til ég kemi að utan. Ég held líka kannski í undir meðutundinu þegar ég lít tilbaka þá hafi mig gruna nokkru dögum áður að það væri eitthvað ekki í lagi sko. Að þetta var svolítið mikið sko. Var það brjóstið bólgið? Já, svona svolítið þrútið og svona smá innfallið sko líka. Þannig að það gerðist bara örstuttum tíma sko. Þannig að mér fannst þetta eitthvað skrítið. Þannig að ég hringi þegar ég kem heim bara í byrjun júní og þá átti ég ekki að fá tíma fyrir miðjan ágúst. Og ég sagði þeim að ég held þetta væri kannski möguleg eitthvað, mér finnst þetta rosalega skrítið, svona bara mikil breyting og þannig að mér var svona gefinn tími fyrr. En ég gerði þann feil sko að ég fór ein, en ég átti náttúrulega bara að fara í myndatöku, ég vissi ekkert að ég var að fara í sýnatöku eða neitt svoleiðis bara, þú veist, og ég fer ein og þeir sjá þetta bara strax og segja við mig þarna, þú veist, þegar ég ligg á bekknum og að sóna yfir, þetta var frekar stórt, að þetta væri ekki gott, sko. Heyrður þá alveg segja það? Já, hann sagði það við mig, sko. Hann sagði þetta væri það stórt og hann sagði þetta alveg greinilega og þetta var ekki gott. Manstu tilfinninguna sem kom þegar heyrðir þetta? Ég, þú veist, maður alltaf með hendurnar uppi þegar verið að skoða og svo fer maður í eitthvað bara svona algjört, þetta svo undarleg tilfinning, sko. Maður fer bara eitthvað annað, sko. Og ég man að ég fór bara, þú veist, að kyrja faðirvorið og reyndi að vera róleg og kyrjaði aftur og aftur og heyrði ekkert almennilega hvað hann var að segja, hann svo sem sagði nú kannski ekki endilega mikið við mig þarna, sko. En svo var ég bara eitthvað svona voða meðvituð um það, þú veist, að ég ætlaði ekki að fara að gráta og svona, þú veist, eitthvað maður fer í eitthvað svona, eitthvað ástand bara. Og mér leiði náttúrulega ræðilega. En svo fæ ég staðfestingu á þessu þannig. Þeir segja náttúrulega að þurfa að taka grónalasýni og það komi svo, það verður svo hringt í mig eða mér gefinn tími og mér var gefinn tími þarna akkurat, það er 4. júlí og ég þurfti að bíða þannig í þennan tíma og bíðin er náttúrulega rosalega snúin, sko. Það er eiginlega mjög slæmt, en það er bara... Segðu mér aðeins þegar þú gekkst út frá lækninum. Já. Þá ég náttúrulega bara sem ég sagði, ég var ein og svo, þetta er svo súrealískar aðstæður líka, þú veist, ég hefði alveg viljað geta bara labbað út í bíl og sest þar og fengi útrás mögulega farið að gráta, hringdi einhvern, sko, að þá beið mín bara röð og þú þarft að vera í biðröð til þess að borga fyrir þetta, sko. Og mér fannst það alveg rosalega snúið að reyna að halda andlitið, þakka fyrir og labba út, þannig að ég hefði alveg viljað sleppa þessu, sko, svo ef maður lítur tilbaka. Svo fer ég út í bíl og fyrsta sem ég datt í hug var að hringja í pabba. Það er Af hverju pabba? Ég er ægileg pabbastelpa. Við erum voðalega náin familja, sko, en hann svona, já, ég hef svona mest leitað til hans almennt, sko. Og leitað mikið til foreldra minna, en svona, þú veist, ég hugsa bara með mig, ég ætla að hringja í hann, ég get talað við hann. Og svo sagði ég við hann, ég var mjög hissa, ég sagði, þú veist, vilt þú segja með mér þetta, ég get ekki talað við hann. Það held ég að það hefur líka verið það, sko, að þú veist, ég var ekki tilbúin að sitja þarna og gráta, sko. Og það er náttúrulega ekkert að því, en ég var ekki tilbúin þarna, sko. En svo náttúrulega hringdi ég pabba og fór náttúrulega bara háskæla og eitthvað sem ég ætlaði mér ekki að gera, ég held að vera betra að hringja í pabba, hann myndi segja mömmu það, en já. Og svo segir hann bara blessar allar með þetta verður bara allt í lagi, þú veist, og þetta er eitthvað sem þú þarft að
að heyra, þú veist, hann var alveg slakur og mamma og pabbi voru það bæði þegar þau töluðu við mig, en svo þegar ég hitti þau, sko, þá náttúrulega bara, þú veist, þau voru náttúrulega bara miður sín og það er náttúrulega bara þannig, þú veist, að maður er náttúrulega bara barn foreldra sinna skilur og þetta er bara mjög erfitt og ég fann það þá og ég sá það á þeim hvað þetta slóðu mjög mikið, sko. Pabbiðin þá kannski nýlega búin að ganga í gegnum? Já, hann greindist 2010 og svo aftur 2014. Já, með krabbamein. Já, með krabbamein. Þannig að hann er búin að standa í þínum sporum tvisvar sinnum. Já. Ég var staddur út á Sauðárkróki og ég var aðeins að gera við bremsundar á bílinn hjá mér og kíkja hann í húddið og ég man að sími hringdi og klukkan verið svona 2 á deginum og þá segir hún við mig sko að ég siti hérna fyrir utan Landspítalann í bílnum, sagði hún, og er nýbúin að fá dálítið erfiðar fréttir, sagði hún, og segir þetta hún hefur greinst með krabbamein og ég reyndi nú að halda ró minni bara og tala við hana eðlilega. Samt var ég búin að segja við hana og við höfum nú talað um það bæði að þegar ég fekk þetta á sínum tíma að þetta væri nú ekkert með mig, þó að fullorðinn manni en það væri verra með börnin og unga fólki, sko. Þá farið það nú að verða snúið, sko. Svoleiðis að ég man að það voru margar hugsanir í gegn hjá mér. Hvurslags er þetta? Það er þetta nú endilega að koma að lenda á henni líka, sko. Var það svo þitt að færa þér fréttirnar, mömmunni? Já. Það var svoleiðis. Það var mikið áfall. Það eru þessir ofboðslegu erfiðleikar sem fylgja því. Það sleppa mjög margir, sko. Þetta er orðið það góð lækning og sérstaklega held ég að lyfjameðferðinni hafi farið mjög mikið fram. Og ég held að megi ég vel segja að flestir, meiri hlutin sleppur. Það sýnist mér á því sem ég þekki, sko. En það er bara þessir ofboðslegi hamar sem maður þarf að klífa sem blasir við, sko. Já, okkur fannst bara ekki hægt að hún væri ein heima, sko. Því hún var bara svo rosalega veik. Og hún var hjá okkur svona frá þriðjudegi og til sunnudags þá fór hún út í Hofsfoss, inn til sín. Og þetta var alltaf bara rosalega bara erfitt, sko. Hvernig er maður veikur? Hvernig eru þessar virkanir af lyfjum? Það er alltaf bara það er ógleði og svona rosalega slappleiki og höfuðverkur. En hún hringdi nú í mig í vinnuna í daginn og þá lá hún á gólfinu heima og gat sig ekki hreyft. Alveg máttlaus og þá átti hún að fá sprautu þann daginn, sko, það var liðin einhverju klukkutímar. Hún ætlaði að fara daginn eftir, hún átti að fá hann á 5. degi og ætlaði að fara út á sjúkrahús á 1. degi og fá sprautuna. En það var bara of langur tími. Og hvað var þá gert? Þá var pabbi hennar staddur út á Sauðárkróki og ég hringdi í hann og hann náði sprautuna og kom með henni heim og sprautaði henni bara. Það er svo margt, sko, eins og segir, auðvitað þarf einlega fólk stuðnings til að bera sig á því að svimin er svo mikill og magnleysið getur orðið svo mikið, sko, að það reisir ekki höfuð frá koddanum, sko. Svona þeirra vestir. Í sambandi náttúrulega hefur allir því verið ákaflega gott. Svona þess að það breytti því ekki neitt. Og við vitum það allsum að við eigum allt undir náðinni hvort þið er og þú líka og allir. Og maður getur bara, það getur bíl komið og keyrt í hliðina á bílnum hjá manni, skilurðu, eða hvað sem er. Og svoleiðis að maður er bara að vera rólegur og bíða átekta og forsjónir vonandi sér þetta að dálítið leyti. Hann alltaf búinn að ganga í gegnum þetta og gaf mér svona ráð og ekkert þó mikið, þú veist, hann vildi aldrei mikið tala um krabbameini, sko. Það var ekkert fyrir kannski aðeins og eftir þegar hann var búinn að jafna sig aðeins og ég finn það alveg með mig líka, sko. Ég get miklu meira að tala um þetta. Ég vildi ekkert svo rosalega mikið tala um þetta þegar ég var lasin, sko. Þannig að ég vissi alveg að ég átti slæma daga og svo þegar góðu dagarnir komu, þá reyndi ég alveg að njóta þeirra eins mikið og ég gat, sko. Þannig að því að ég ætla að greinist þarna og fer í lyfjameðferð fyrst. Og þá er það náttúrulega þannig að þú fer á 3 vikna fresti og fyrstu dagarnir eru bara erfiðir. Það eins og bara allir þekkja sem fara í gegnum þetta er bara mjög erfitt og maður er veikur fyrstu dagana og svo kom alveg þokkalega góði dagar. Og mér fannst, ég var alltaf, sko, ég var rosalega, vildi bara halda mínu dampi svolítið, sko. Og var að reyndi of mikið á mig, sko, var að reyna að labba og var að reyna að synda og var svo ofta að pæla voðalega þetta lítil orka. Ég vissi samt alveg að ég átti að vera, eða þú veist, það var eðlilegt að maður yrði orkulaus, sko. Sko, ég fór í meðferðirnar á Akureyri.
Þannig ég kaus það, sko, ég fekk val það hvort að ég færi lyfjameðferð til Reykjavíkur eða á Akureyri, hann er svo stutt, þetta bara 1,5 tími frá Hofsósi. Þannig að ég kaus það og mamma fór alltaf með mér, sat hjá mér og það var einmitt ég ætlaði ekkert að þiggja þá, ég get bara farið ein og nei, getur ekkert farið ein og hún vildi náttúrulega vera hjá mér og ég vildi alveg hafa hana. Þannig lagað, kannski ekki endilega fyrst, þá fannst mér alveg bara, ég get alveg gert það sjálf, sko. En svo áttu við okkar svona ótrúlega góðu stundir, sko. Þar sem hún sat hjá með blessunin allan daginn eiginlega og færði mér eitthvað gott að drekka og spjallaði við mig. Já, og gat náttúrulega þar með gefið af sér til mig. Algjörlega, þetta var alveg ómetanlegt, sko. Allir hafa hlutverk Allir hafa hlutverk, já. Hún ætlaði ekki að vilja hafa með mér. Af hverju? Vildi bara gera þetta einn, sko. Hún hélt hún gæti það bara. Það var ekkert mál. En svo náttúrulega sá hún það. Það náttúrulega gekk ekki. Þetta eru langir dagar á meðan að lífið er að renna inn. Já, það voru nokkri klukkutíma, sko. Og svo komast aftur tilbaka. Já. En fólki hérna á Hofsósi, þetta er ekki nema hvað 160-70 manna samfélag. Já. Hvernig var stuðningurinn hér? Alveg rosalega góður. Og það er eitthvað sem maður bara gleymir aldrei, sko. Ég ætla að greinist þarna í júní og svo fer ég þessar meðferðir og svo þegar ég kom heim þá var búið að slá garðinn og þannig og ýmislegt, sko. Fólk að banka upp á að tjekka og eins líka þetta vissi náttúrulega mér væri óglatt að eða geti fært með mat þetta er svo ótrúlega dýrmætt. Og svo þegar veturinn kom þá var kannski búið að moka frá og svona, manni þykir svo ótrúlega vænt þetta og bara það að banka upp á og setjast aðeins niður með manni og spjalla og bara lífið og tilveruna. Þú varst ekki alltaf að tala um sjúkdóm? Nei, alls ekki, sko. Ég hafði ekki mikla þörf fyrir það, sko, þannig, sko. En þarf maður ekki bara að fá tækifæri til þess að tala við annað fólk bara allt mögulegt sem maður einangrist ekki? Jú, akkurat. Og líka bara þetta, að geta hlegið. Já. Fá einhvern heimsókn sem er kannski að segja mann einhverja eiginlega gamansögu og geta hlegið því að þú ert náttúrulega með þetta á huganum og jú, ræðir þetta við þína nánustu en ég er ekkert, þó svo ég starfið að vera prestur og sé að hvetja fólk til þess að vera opið og svona, þá er ég ekkert mjög, ég hef breyst með það, sko, ekkert mjög opin, hún svona frekar mikið prívat oft, sko. Þannig að þetta er svona svolítið challenge fyrir mig og svona fram. Já. En mér fannst þetta bara og fólk má ekki gleyma því eins og þegar fólk verður fyrir áföllum eða veikist og svona, fólk hugsa stundum með sér, ég veit ekki hvað ég á að segja, en það er ekkert hægt að segja, bara vera til staðar og spjalla og mér fannst það voða notalegt, sko. Meðferðina voru í 1 ár, ég fór sér í lyfjameðferð og svo í lok nóvember fór ég í uppskurð, það var tekið hægra brjóstið alveg og eitlar og svo fór ég aftur í lyfjakúr eftir jól og svo í maí fór ég í geislameðferð og var þar, ég rúma mánuð. Er ekki mikil missir að missa brjóst? Sko, ég hélt að auðvitað ég sé það eftir á, sko. En sko, ég fer náttúrulega í lyfja hana fyrst og mér fannst það pínu erfitt, af því ég sá þetta fyrir mig þegar ég greindist að þetta er bara skorið í burtu, þetta er bara tekið. Og svo færi ég þá kannski lyfja eða geisla, en það var lyfjameðferð fyrst og ég átti svona pínu erfitt með að meðtaka það, sko, og ég skilði það alveg, en bara það, eins og þegar maður var kannski að koma við og svona, þetta meinið væri ennþá þarna. Mér fannst það mjög erfitt oft. Þannig að ég man þessa tilfinningu þegar ég var á sjúkrahóteli og fer bara þar og svo er ég að fara í sturtu og svona og svo náttúrulega bara horfum maður í speil. Í fyrsta skipti almennilega, sko, mér fannst ég alltaf hafa verið svona. Samt var þetta svona náttúrulega bara alveg tekið og svolítið svona einfallið, sko. Mér fannst þetta ekki erfitt. Ekki þá, ég held að bara hugurinn minn var einhvers staðar bara, maður svo fegin að þetta væri farið. En svo náttúrulega þegar ég var búin að jafna með þessi einhverju dögum eftir þá sér maður þetta náttúrulega bara mjög erfitt. Það er það, sko. Maður verður bara svona eins og Excel-skjal. Hver meðferð er þennan dag, svo eftir þessa vikur, svo kom það einu sinni að þá þurfti að sleppa, sko. Af því að ég gat ekki farið. Og ég ætlaði bara að komast í uppnámið það, sko. Það bara raskaði öllu, sko. Því að þú sérð einhvern veginn, maður er búin að reikna þetta alveg, þetta á að vera búið þarna og það er ekki það að maður vilji flýta þetta af, alls ekki. Það er þetta, þú veist, þú ert á skrefi, komin í það, þetta er að verða búið
og batinn kannski mögulega þá handa við hornið þá, sko. En En hvaða svona hjálpræði nýttur þér þegar þér leið verst? Já, ég passaði mér nú á að reyna ekki að loka mig af, sko. Og mér leið, ég held einhvern veginn að hugurinn fer svolítið þegar ég var hvað veikust og í þessu öllu, þá leið mér ekkit rosalega illa. Nei, mér leið, það kom alveg svona dagar sem voru alveg ógeðslega erfiðir. En þá ég meina svona andlega, því að þú ert einhvern veginn að berjast og maður fer einhvern veginn bara með hausinn á undan og bara og ætlar þér. Og ég náttúrulega var mjög duglega að hreyfa mig, það skipti mig mjög miklu máli og fór svolítið fram úr mér þar, þannig að ég var að reyna að synda og var að reyna að labba og gera ýmislegt, sko, en mér leið svona andlega vel með það. En það var ekki fyrir svona, já, bara eins og í sumar, þá tók ég svona svolítið dífu, sko. Og það hef ég heyrt að sé bara eðlilegt, þegar alltaf að vera orðið svona nokkuð í lagi, þá finnst mér þetta bara, bara svolítið erfitt á köflum í sumar, sko. Þú fórst að dansa? Ég fór að dansa. Segðu mig hvernig það kom til. Það ýmislegt sem breyttist með þessu, getur sagt þér. Það náttúrulega verið að hvetja maður til þess að hreyfa sig og svona. Ég var engin dansari áður en ég greytist. Og svo náttúrulega var manni gefið eftir skurðin og svona sérstaklega æfingar sem væri góðar, upp á teygju og svona, sko. Ég hafði verið í Zumba fyrir einhverjum árum, var eitthvað að reyna það. Og mér fannst þetta svona ótrúlega tilhlökkunarefni þegar maður búin að busta tennur, var að fara inn, setti ég bara svona í eyrun og hækkaði í botn og dansaði pínu. Og það var maður svo ofboðslega lúinn og byrjaði að svitna bara 1, 2 og 3 og svo bara það geta skriðið upp í rúm og sofna svona. Af þreytu? Af þreytu, sko. Það er mjög gott. Því náttúrulega þreki var náttúrulega ekki neitt, sko. Þannig að En svo tókstu líka jóga, var það ekki? Jú, ég var með jóga og Hvers verið þér jóga? Jóga er náttúrulega bara algjör snilld og bara bara upp á bakið og sem náttúrulega finnur til í skrokknum og þetta gerir svona mjúkar æfingar og ég tala nú ekki öndunaræfingarnar, sko. Þannig að ég það hefur hjálpað mér mjög mikið, sko. Þannig að dans og jóga hjálpar. Og ég held dansinum áfram. Þú ert ekki hægt að dansa. Nei. Ég var sko hjá mömmu og pappa alltaf svona rúma viku eftir lyfja. Og ég hélt nú, ég geti bara verið og mamma og pappi tók það náttúrulega ekki í mál og ég sé það núna eftir á. Ég skildi ekkert í þessu og svo var ég bara upplifið mig bara eins og ég var orðin 10 ára aftur. Bara, má ég fara? Má ég fara heim? Þannig að þeir svona leyfðu mér að fara svona, ég fór alltaf í ljómaferð á þriðjudegi, þannig á svona mánudegi, kannski þriðjudegi, fór ég heim í Hósós, sko. En meðan ég var heima þá var bara dekra við mann og eldað og ægilega góð mig, sko. En svona gagnvart til dæmis foreldrar sem standi í þessum sporum, eins og þið stóðuð í, hvaða ráð hafið þið fyrir þau? Hvernig á maður að snúa sér í þessu? Já, það er náttúrulega til að byrja með að gera allt sem læknirinn segir. Upp á 10. Ég held að sé þannig. Því að þeir eru mjög góðir og það er bara þannig. Og gera allt og spyrja á mikið og fara eftir öllu sem þeir segja, bara í einu og öllu og vilja að lifa, sko. Maður þarf að vilja að lifa. Og vera tilbúin að gera allt til þess og hugsa svo á milli ekki þetta. Halda bara áfram. Ég held það. Hvað segir þú? Jú, þetta var náttúrulega rosalega erfiður tími og maður svona, bara lengi að ná sér eftir svona áföll. Bara að horfa upp á barnið sitt í þessum aðstæðum, það er náttúrulega bara ömurlegt, sko. Nú er góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Góði, alltaf góður. Halla Rut Stefánsdóttir var fertug þegar hún greindist með krabbamein í öðru brjósti. Við tókum mjög erfiða lyfjameðferðir og á eftir fylgdi brottnám á brjóstinu. Hún segir stuðning fjölskyldu, vina og ekki síst fólksins á Hofsósi hafa skipt sköpum fyrir hennar bata. Þó enginn kjósi að þurfa að kljást við jafn erfitt verkefni og krabbamein sé enginn samur á eftir. Maður breytist, maður finnur það alveg, sko. Það er alveg, og ég held að sé svona, ég hef ofta að hugsa það, maður leggst á koddann, þá fer maður nú að hugsa ýmislegt og farið við daginn og ýmislegt,
mér finnst þetta þakklæti, ekki það, ég tel mig alveg verið þakkláta, ég held alveg ég hef verið það, sko, en þetta þakklæti til dæmis vina fólksins hérna, þetta skiptir gríðarlega miklu máli, að finna stuðning og bara öllu, finnst mér, sko. Og ég á náttúrulega alveg rosalega góða fjölskyldu, það bara sem hafa reynst mér alveg ótrúlega vel, sko. Það ekki verið að byggja upp? Jú, ég fór núna í september og þá var það hérna byggt upp brjóstið og það gekk bara mjög vel, sko. Hvernig er svo staðan þín í dag? Hvernig líður í dag? Þú byrjaði að vinna aftur. Já, ég byrjaði að vinna í september hérna í fyrra. Bara mjög stutt eftir hérna allt þetta ég veit. Og hérna, ég sé það alveg þegar ég lít tilbaka að ég byrjaði allt og snemma að vinna, sko. En þessi ofboðslega þrá að geta svona haldið áfram sínu, sko. Og bara farið að vinna, vakna á morgnana, fara að vinna og vera bara sínu róli. Ég gat ekki beðið eftir því, sko. Varstu einhvern tímann hrædd að deyja? Nei, jú, einu sinni. Það var nefnilega þannig þegar voru að skoða, þá ég að tala svona alveg virkilega smeykum að þetta það ekki í lagi, sko. En það þeir voru alltaf að skoða blett í lifurinn á mér og tóku sér satt mynd þegar ég var búið með 3 lyfjakúra og þá sögðu þeir það ekkert að segja til hvort það sé krabbamein í lifurinni fyrir en eftir það. Og svo héldu þeir að það væri þannig að þetta svona helltist yfir mér, svo sáu þeir líka einhverja blett í beinunum, rifbeinunum, það var svipað leyti, sko. Þannig þá helltist þetta svona yfir mig, er ég komið í beinin, er ég komið í lifrina og maður fær bara eðlilega algjör alveg, sko. En var fólki í kringum þig að spyrja þig eitthvað? Já, og kannski, sko, að því að ég er prestur, að mér fannst alltaf í lagi og ég fekk mjög svona spurningar sem voru kannski pínu óþægilegar, bara eins og með dauðan og oft spurði þá hvort ég væri hrædd við dauðan og allt þetta, sko. Mér fannst það ekkert mikið mál þannig að ræða með allra fyrst, en svo þegar þetta var farið að svona aðeins að koma í hugan á mér bara, ætli þetta enda ekki vel. Að þá einhvern veginn þoldi ég það mjög, ég þurfti alveg að passa mig á að setja alveg andlit, sko, bara jú, þetta verður örugglega allt í lagi og að svona reyna að vera jákvæð og ég fann það eftir því sem að leið á meðferðir að svona maður fór að svona reyna meira og meira, að halda andliti, sko. Og Fer ekki til orka í það? Jú, mér fannst það, sko. Af því þú ert náttúrulega svolítil opinber persóna hér slóðir. Já. Mér fannst það svona kannski, svolítið snúið, sko. Nú eru 2 ár, meira þess að. Hvernig líturðu á lífið framundan? Hvernig ætlar að nota lífið sem þú átt? Já. Það breytist þess að segja voðalega margt, sko. Mér stildum þegar maður tala um afmæli mitt að ég teki eftir þessu þá. Ég er alveg svakalegt afmælisbarn, sko. Alveg bara, halda upp afmælið og bara slá upp veislu og bara hvert ár er svo ótrúlega dýrmætt, sko. Og mér er líka bara, einn vinur minn sagði við mig einhvern tímann að þau eru svo dugleg, þau eru vinahjónin minn sem búa að fara í veislur eða með boðið og svona, sko. Og ég var einhvern tímann að segja við þau, voðalega eru þau duglega að fara, vestur, austur og svona. Þá sagði hann, heyrðu, maður á að bara gleðjast með fólki og mæta meðan að bara, fólk er á lífi. Við erum svo einhvern veginn þegar það er jarðaför þá mæta allir, en þegar það er kannski skírni eða stóramæli eða eitthvað þannig, þá kannski mögulega er fólk ekki að mæta. Þannig kannski bara eitthvað sem kemur upp á en maður á að hafa þetta held ég svolítið sem forgang. Samgleðjast. Vera þegar gleðistundirnar eru og ég veist það, ég held líka bara að ég sé jákvæð. Ég hef nú svo sem alltaf held ég verið jákvæð. Mér finnst ég svona vera glaðari. Ég held að sé þetta þakklæti sem maður fær yfir sig, sko, að maður sé bara held ég þokkarlega í lagi með heilsuna, sko, ég held það. En svo alltaf fer maður alltaf í sig tékk og ég fór í fyrsta tékkið mitt núna í júní og eftir þetta allt saman. Og ég bara fór í tékkið og leiði ekkert rosalega illa, sko. Og bara einhvern veginn bara nú komið að þessu. En svo þegar ég kom inn í klefan og var að fara í sloppin og svona, þá einhvern veginn bara svona þyrmdi yfir mig bara. Nú komið að þessu. Þannig að hausinn á manni einhvern veginn þannig bara jú, maður þarf að gera þetta og svona.
en þetta þyrmir alveg yfir mann, sko. Og það sást eitthvað þarna í vinstra og sem þurfti að taka svona grónulega síni aftur, sko. Þá hugsaði með mig, ég trúi þessu ekki. Ég sé að þurfa að fara í gegnum þetta aftur, sko. Og svo var maður alltaf bara, nei, þetta verður allt í lagi, þetta verður allt í lagi. Og þetta svona einhver svona mantra sem að ég svona kyrjaði voðalega mikið þegar ég var hvað veikust, sko, bara, þetta allt í lagi, þetta allt í lagi. Ég held að sé svona eitthvað svona til þess að reyna ósjálfrátt bara til að peppa sjálfan sig, sko. Og ég náttúrulega á, sko, lyfjum og fæ sprautur og svona, það náttúrulega ég á að vera töflum, sko, 10 árum eftir og sprautum 5 árum. Þannig að maður alveg með, sko, ennþá með Excel-skjalið, sko, það alveg þarna, sko. Með alla verki, það var búið að vara mig við því, sko, því að ég var ægilega brött þegar ég byrjaði að vinna, þó sem ég kannski mögulega hefði átt að seinka því aðeins. Því að þessi þreyta sem kemur yfir mann, hún svo rosaleg, hún eiginlega hvað erfiðast, sko. Og það var alveg búið að segja mig frá því og ég lentir alltaf vissulega því eins og held ég allir, sko. Að Að krassa úr þreyt? Já. Og auðvitað á maður alltaf að vera meðvitaður það að maður þarf að huga sjálfur sér betur heldur maður gerir, sko. Eftir lyfja þá náttúrulega maður svona þreklaus og á milli og svona, þá tók ég alltaf sama göngutúrin og ég hugsaði með mér, ok, á vissum stað þegar ég að labba upp yfir og maður sér Drangey og svona, það bara þegar ég komið þangað þá ætla ég að nefna 5 atriði sem að ég þakklát fyrir. Svo þetta orðið svona, maður verður svona bara, maður bara í sínu boxi, ég bara fór að fætur, borðaði alltaf það sama mótnana, gerði ég alltaf það sama, fór út og labbaði, nefndi þessi 5 atriði, fór í kaffi eða eitthvað þannig, sko, labbaði inn í kirkju og kom svo heim og þá var bara komið tími til þess að leggja sig, þú veist, þannig að mér þótti svolítið vænt þetta, svona rútínu sem maður gerir sér, sko. Svona ég vissi þegar ég var að fara að vakna að nú var ég að fara að gera þetta og ég var alveg með það og ég ekki þessi manneskja, sko. Og svo ger ég þetta ennþá pínu núna, þú veist, að mér finnst voðalega notalegt að fara aftur í það, fara að gera það sama, sko. Já, ég held hún sé í grunninn, það er nú prestur og það er nú talað að prestar séu mjög mistrúaðir, þó þeir séu í starfi, skilurðu, eins og allir sem eru, það er ekki allir eins góða tónlistamenn, skilurðu, og þeir séu að starfi tónlist, það er bara misjafnt, en ég held að hún sé ákaflega mikið trúið og leiti mikið þangað og hafi svona styrk þaðan, sko. Ein svona ósanngjörn spurning kannski í lokin. Hefðirðu viljað sleppa við þessa lífsreynslu? Sko ég hef oft hugsað þetta því maður hefur alveg heyrt þessa spurningu. Þetta vildi ég óska þess að maður hefði aldrei fengið krabbameinið, sko. En það líka svo margt sem að allt í kringum það sem maður náttúrulega lærði alveg ótrúlega mikið af, sko. Og bara inn á mann sjálfan, sko. Þess að maður alltaf að koma sér á óvart. En vissulega hefði ég viljað sleppa þessu, sko. Bara þessi reynsla að þurfa einhvern veginn alveg að taka öllu sínu, sko. Og eins líka sér vinna andlega, sem við þurfum öll að fara í gegnum á mörgum tímapunktum í okkar lífi, sko.